now glorified. He's King of all kings. He's King of kings. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, yes. Hallelujah. Amen. Amen. Gjörðu svo vel, Snorri Óskarsson. Já, góðan dag. Fríður og ná Drottins verið með ykkur og yfir ykkur. Gott að fá að vera með ykkur þennan sunnudagsmorgun. Það kom mér ein saga í hug sem mér finnst kannski eiga alveg erindi til okkar. Það trúbróður okkar sem bjó á Ísafirði. Hann var kallað Sigfús B. Valdimarsson og var sjómanna trúboði, titlaði sig þannig. Hann gerði sig það að venju sinni þegar komu erlend skip. Þá fór hann alltaf borð í skipin með eitthvað ritmál og þegar hann vissi að þetta voru svona austur-evrópsk skip, jafnvel rússnesk eða á leiðin til Rússlands, að þá gerði hann sér lítið fyrir að hann mætti þetta niður í lest með kannski böggul með sér og eitt sinn þá var þetta bara Nýja testamenti á rússnesku og þegar þeir voru að stapla fiskiblokkunum og kössunum fyrir í lestinni þá var hann að lauma einu og einu Nýja testamenti hér og þar og síðan fór þetta með skipinu til Múrmansk og þetta átti að vera mjög flott hann var í trúboði. Svo gerist það þegar skipið kemur til Múrmansk þá náttúrulega farið að losa skipið
og það skiptir engum togum að rússnesku verkamennir sem voru þarna borðið lestinni, þeir sá allt í einu, þeir tóku pakka, þá datt ykkur bók niður og þeir tók hana með sér og fóru að lesa og þá var þetta bara Nýja testamenti á rússnesku. Og kommissarinn sem að stjórnaði verkinu, hann sá að menn voru að slugsast við vinnuna. Þeir voru bara komnir þarna til þess að lesa, þeir áttu að tæma skipið. Þegar þeir áttu sig á hvað þetta var, þá voru allir verkamennir reknir upp úr lestinni, lestin var innsigluð og skipstjórinn, hann var tekinn til yfirheyrslu, hann var orðinn smyglari. Áður en vissi að þá var áhöfnin sett í tölu glæpamanna. Þeir voru allir upp á lögreglustöð og það var rannsakað. Þeir höfðu ekki haft hugmynd hvað hafði gerst. Það kom skeyti til Reykjavíkur til Eimskips það að nú væri skipið kyrrsett vegna smygls. Það var hættulegur varningur borð. Það var Nýja testamentið. Það var Guðs orð sem var bannað í Rússlandi. Og sjá hvað þetta er athyglisvert, við erum ennþá að lesa þá stöðu að Guðsorðið er bannað í þjóðfélögum heimsins. Svo athyglisvert er það. Nei, ekki bara á Akureyri, þetta er víðar. En svo gerðist það þegar þeir sáu það hjá Eimskip að þetta var allt Sigfús B. Valdimarssyni að kenna. Það var hann sem hlaut að hafa komið með bækurnar, því það var mjög einfalt fyrir það að sjá það. Þeir sáu hvaða númer var á kössunum og samkvæmt skipskrá þá var þessi númer sett borð í skipið á Ísafirði. Og þá fóru að býttu hver var svona áhugasamur að setja Nýja testamentið borð. Það var bara einn. Það var Sigfús B. Valdimarsson. Og Sigfús var bara, það var hringt í hann og hann var sagt, heyrðu drengur minn, þú færð ekki átt að vinna hjá okkur. Ég? Akkurju? Hvað er að? Þú ert búinn að stoppa skipið í 3 daga og svo kom öll sagan. Sigfúsi fannst þetta nú ekkert leiðilegt. En þetta var samt til þess, Sigfús fekk ofta vinnu hjá þeim, gegn því loforði hann leti af þessum smygl ásetningi. Sískinni, hvað þýðir þegar Guðs orð er bannað? Vitið þið að í Indlandi eru til lög sem banna kristniboð? Vitið þið í Ísrael þá er verið að reyna að setja upp lög sem banna trúboð. Það bannað kristniboð. Vitið þið að þetta er sama að gerast þetta á Íslandi. Við megum ekki sem kennarar tala við börnun okkar Krist af því þetta er svo viðkvæmur hópur. Það er mjög skemmtilegt hvernig fólk rökræðir. Það setur allt í einu hópana sem við erum með sem viðkvæma hópa. Þannig að þeir megi ekki heyra hvað við þurfum að segja. Hvað er í gangi ef að við erum í þjóðfélagi sem flokkar mannréttindi og tjáningafrelsi í það hvort það er meiðandi eða þá hvort það er viðkvæmur hópar eða þá hvort þetta er hatursorðræða. Við erum komin þangað í okkar samfélagi. Ég ætla að fara með ykkur inn í samfélag sem greindi frá í Biblíunni það sem að sama ástand var yfir. Við förum í 2. Mósebók, 7. kapitulan og þá kynnumst í dögum Móse. Og þá er sagt svo, Móse kallaði til hlýðni við Guð almáttugan og þetta er svo athyglisvert. Í Egyptalandi mátti ekki segja allt. Og það mátti alls ekki koma þeim boðskap til skila að Ísraelsmenn væru útvalin þjóð Guðs. Þeir mátti ekki vita það. Þetta er besta og stærsta þræla frelsun sem sagti frá í mannkynssögunni. Það var þegar Ísraelsmenn voru frelsaðir úr höndum faraós. Það er álitið að það er að vera svona 2 milljónir manna. Og þeir voru kúaðir og það var búið að þjaka þá í það minnsta frá því að menn voru búin að gleyma Jósef sem bjargaði því vitið. Hann hafði ráðið drauma faraós. Guð hafði undirbúið faraó og sagt við faraó, það koma 7 góð ár og það koma 7 vond ár. Faraó skildi ekki draumana en Jósef var leystur úr fangelsi og hann kom með spekina að ofan og sagði faraó,
það fær 7 góð ár og síðan koma 7 vond ár. Láttu þá góð ærið verða til þess að þú safnar í forðan, þú safnar í sjóð, þú undirbýrð komuna. Þetta ekkert ólíkt því sem við stöndum frammi fyrir í dag. Vitið, það eru ákveðin vond ár framundan hjá okkur. Við köllum það þrenginguna miklu, við höfum bara ekki mikið orð á henni. En hún kemur og við getum engu það breytt, og hvers vegna veit ég að hún kemur? Vegna þess að orð Guðs búið að segja okkur frá henni. Svo Móse dreginn fram og hann núna kallaður af Guði, og þegar Guð tala til hans, þá sjáum við í 7. kapitula 2. Mósebókar og sjáum við 1. versin. Drottinn sagði við Móse: sjá, ég gjöri þig sem Guð frammi fyrir Farao, en Aron bróðir þinn skal vera spámaður þinn. Þetta nú ekki lítið hlutverk. Og sjáum við bara einn mann eins og Sigfús B. Valdimarsson, hann var svo áhrifamikill að hann lokaði sovjerska heimsveldinu bara með því að koma nokkur nýja testament á rússnesku borði í Lagafoss, held ég að það hafi verið. Og sjáum við hvaða áhrif við getum haft þegar við látum Guðs orð hljóma frá okkur. Farao, hann áttaði sig ekki á þessu mikla mætti sem Móse hafði. Og við sjáum auðvitað, sagan heldur áfram, að Aron bróðir þinn skal vera spámaður, þú skal tala allt sem ég býð þér, en Aron bróðir þinn skal flytja við Farao að hann gefi Ísraelsmönnum fararleyfi úr landinu. Síðan komu 10 plágurnar. 10 plágurnar. Og þetta svo athyglisvert sem að við stöndum frammi fyrir í dag. Við horfum upp á það að Íslendingar, það eins og síðasta sem þeir gera, það að leita til drottins Guðs og spyrja visku. Hvað hægt að gera? Hvert ráðið? Hvað hægt að gera í okkar tíð? Fyrir 1000 árum þá stóðu Íslendingar frammi fyrir samskonar áskorun. Þá voru þeir á Þingvöllum. Þá var Gissur Hvíti og Hjalti Skeggjason komni frá Noregi með kirkju við, og þeirra erindi var að fá Íslendinga til að samþykkja kristnina. Og það merkilegt að þeir komu fyrsta landi í Vestmannaeyjum. Og þeir settu kirkjuviðinn á landi í Vestmannaeyjum. Þeir hafa talið hann vera öruggan þar. Og það mjög líklegt að í Vestmannaeyjum hafi þá búið kristnir menn. Og þess vegna hafi kirkjuviðurinn verið örugur í höndum kristina manna. Þeir voru ekki með þetta í hendur heiðinna manna. Á þessum sama tíma þá var líka sagan hann Síðuhall. Hann var búinn að lenda í því, blessaða maðurinn, að austur á Síðu þá hafði komið boðskapur til þeirra rétt haustið 999, við erum að tala kannski 998, að þá var dísablót á Austfjörðum, einhvers staðar í Álftafirði eða þar. Og Síðuhallur, hann heima hjá sér ásamt trúboða nokkrum. Og þessi trúboði, hann segir, Guðs andi að segja mér, við skulum ekki fara út úr húsi. Við skulum allir vera hér heima, því það steðjar að okkur hætta. Í dísablótinu, þá voru þarna nornir sem eldu seið, og þeir mögnuðu upp þessi myrkru öfl, og þeir sendu myrkru öflin til þess að drepa einhvern í húsi Síðuhalls. Síðuhallur átti dreng sem hét Þiðrandi. Og Þiðrandi, hann var einn af þessum drengjum sem vildi bara fara út að leika sér. Og af því þetta var að haustnóttum, eða svona í október-nóvember, þá var orðið skuggsýnt líka, og svo gerist það að drengurinn fer út fyrir bæinn, og hann bara eitthvað að sýsla, eitthvað að leika sér. Þá heyrir fólk að það eins og mikla drunur og hófatak sem kemur að bænum. Og þeir litu út og þá sáu þeir eins og svarta herdild á hestum koma ríðandi. Og það spurt að vörmuspori, hvað þetta sem að hér í gangi? Og þá segir einhver, þetta sending sem að kemur frá dísablótinu sem að nornirnar voru með.
ekki allir öruggir heima, sagt. Jú, við erum hér öll, nema ekki þyrrandi. Hvar hann? Það bara að leita á honum. Þá finnst hann rétt fyrir utan bæinn, látinn. Og þeir voru ekki í minnsta vafa það að þeir höfðu, sem að sáu þennan galdur, þeir höfðu elt mögnin eða kraftinn upp til þess að drepa einhvern í húsi Síðu-Halls og þiðrandi var fyrir því. Síðan mátti Síðu-Hallur sækja málið á Þingvöllum. Þá kom að því. Á Þingvöllum 1000 þá eru komin með þessa tillögu að Ísland verði kristið. Síðu-Hallur, hann var einn af kristnu goðunum eða höfðingjunum. Gissur Hvíti og Hjalti Skeggjason voru með honum í liði og það voru fleiri sem voru búin að safna liði saman, segja nú skulum við gerast kristin. Síðu-Hallur sem hafði mist son sinn, hann stakk upp á því að Þorgeir ljósvetningagoði. Hann yrði maðurinn sem skæri úr það hvort að við erum kristin eða ekki, og Þorgeir, hann var ekki kristin maður þá. Hann var hundheiðinn. Hann var þess vegna leiðtogi heiðingja og hann fekk traust þeirra kristnu. Hann lagðist undir feld og hann lá þar allavega undir kálfskinni eða nautshúð og spurði drottinn, hvað á ég að gera? Niðurstaða hans var óyggjandi. Hann valdi friðinn. Hann valdi að við skildum fá trú á Guð, heilagan anda og son Guðs, Jesúm Krist. Hann var með þetta alveg á hreinu. Baráttan sem við stóðum í þá var einmitt það, eigum við að láta orð Guðs þjóna okkur eða vera með okkur, eigum við að fara okkar eigin leið sjálfir. Það varð úr að Ísland valdi kristnina. 3 árum seinna, þá var líka alþingi, þá var tillit tekið, það var einn Íslendingur sem mætti alvopnaður á þingið. Áhrifin frá árinu 1000 voru þau að það kom algjör friður yfir landið. Menn þurfti ekki að bera vopn hver á annan. Það var algjör friður. Er þetta fengur fyrir okkur að hafa svona trú? Ég tel það. Í dag verið að ýta þessari trú í burtu frá okkur. Og ég sá það í fréttum daginn, þá voru heiðingjarnir, þeir voru komnir að blóti á Þingvöllum til þess að magna innmitt þessi gömlu goða mögn og þeir ætluðu að reyna að fá Ísland aftur inn í heiðnina. Hvers vegna? Og þá spyr ég, vantar okkur hér í dag mann sem hefur andagift á við Móse? Hér Móse kallaður fram þegar verið að kúa og þrúga Ísraels líð og þá segir Guð við hann, sjá ég gjöri þig sem Guð fyrir Faraó. Sjá ég gjöri þig sem Guð fyrir Faraó. Hvað heldur að Guð vilji gera fyrir þig? Hvers vegna haldið þið að það sé mikilvægt fyrir okkur að vera á þessum stað, vera í þessari trú og átt okkur á því hvaða erindi Guð vill að héðan birtist frá Keflavík yfir landið. Við erum ekki gleymd og yfirgefin. Hugsa ykkur að Móse var svo sem ekki neitt. Hann var bara einn maður. Hann var gjörður sem Guð. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hvað þýðir þetta fyrir þig og mig? Við eigum því láni að fagna að þekkja þann sem höfundur þessara bókar, þekkja þann sem gaf okkur son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Hafið átt okkur á því að við okkur gefnir lyklar sem meðal annars fólknir í því að ef við læsum þá læst. Ef við opnum þá opið. Og ég ætla að fá að fara með ykkur hérðan frá Móse og inn í okkar tíma, förum í Rómarbréfið sem að mér finnst skipta mjög miklu máli líka fyrir okkur, því að Páll postuli að kenna okkur með mjög svipuð atriði í kristinni fræði og atriði að í 8. kapítóli Rómarbréfsins þá Páll að tala við Rómverja, þá sem voru af heiðnubergi brotnir. Þetta voru ekki gyðingar.
Sumir kannski voru gyðingar í þessu rómverska söfnuði. En Páll að leggja til þeirra hvernig dýrðar frelsi Guðs barna á að vera hjá þeim. Og það sem þeir eru að gera í Nígeríu, þegar þeir eru ofsóttir, hvernig fara þeir að? Hvað eru þeir að gera? Það vantar þakið í húsið, þeir hafa aðeins útveggina, en það vantar ekki Drottinn. Það vantar ekki trúna. Það vantar ekki sannfæringunum það að þeir eru í hendi Guðs. Og þetta stórmerkilegt hvað þetta atriði virðist vera algengt meðal kristinna manna, að þegar þeir eru í Kristi, þá alveg sama hvað mætir okkur, við höfum máttinn, við höfum dýrð Drottins, við höfum samfélag við hann, og við getum þess vegna verið eins og Móse frammi fyrir Faraó, við getum lokað himninum. Athugið það. Við getum gert alls konar kraftaverk og undur ef að Drottinn leyfir okkur að gera það. Ég ekki að segja að við getum gert þetta okkar eigin sjálfdáðum, heldur þarf andi Guðs að koma yfir. Við þurfum að vera í samfélagi við heilagan anda, og gleymið ekki að þetta gert með bæn og beiðni og þakkagjörð. Guð að kalla okkur til þess að við séum hans hendi, hans fætur, hans munnur, hans augu og eyru, og við höfum þessa skynjari til þess að Jesús Kristur fá óma og hljóma. Einhvern tímann þá var sagt Ásgeir Guðmundsson, hann var vinur minn, mjög yndislegur maður, austfirðingur. Hann gerði sér það að leik, það var svona venja hjá honum, þegar var kaffitími í vinnunni, þá fékk hann sér kaffisopa, síðan tók hann Nýja testamentið og hann fór að lesa. Og hann var að lesa Nýja testamentið alltaf í kaffitímanum. Kemur eitt maður til og segir, jæja Ásgeir minn, hvað ertu að lesa núna? Og Ásgeir horfir á hann og segir, ég að lesa Guðs orð. Það var þögn í salnum. Bara þetta að lesa Guðs orð, þetta eiginlega kom öllum að óvörum, þó áttu allir að vera kristnir. Sjáu hvað Páll postuli segir við þig sem kristinn mann. Sjáu hvaða skilaboð hann að senda til okkar. 28. versið, 8. kapitúli Rómarbréfsins. Við vitum að þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs. Það nú númer 1. Það samverkar okkur allt til góðs. Jafnvel fortíðin þín, jafnvel það sem þú varst frelsaður úr, þú hefur reynslu sögu að segja, og þú getur notað þetta sem vitnisburð fyrir aðra til uppörfunar. Það samverkar allt til góðs, jafnvel þó þú hafi tapað. Það samverkar þér til góðs. Í hendi Jesú verður þetta þér að gagni, og áheyrendur líka. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Og það svolítið athyglisvert. Af hverju til þessu söfnuði? Tókst þú ákvörðunina, eða var það Guð sem kallaði þig? Hvort heldur að sé? Hvers vegna þetta komið hér á samkomu? Það tilviljun, eða vegna þess að það andi Guðs sem að draga þig? Það andi Guð sem vinnur á meðal okkar, og þú kannski hefur ekki haft hugsun á því að þið hefur rekið frá Guði talsvert, en svo ertu komin aftur. Og Guð að vekja þig að nýju. Hann að reisa upp hjá þér þessa skynjun, þú ert í minni hendi. Ég ætla að nota þig. Svo heldur hann áfram. Því að þá sem hann þekkti fyrirfram, hefur hann á fyrirhuga til þess að líkjast mynd sonar síns. Hvernig líst þér á? Áttu von á því næst þegar þú horfir í spegil að þá fáir að sjá mynd Jesú Krists í speglinum? Þú átt að líkjast mynd sonar Guðs. Þetta nú ekki lítið mál. Ég hugsa þetta aldrei þannig þegar ég horfi á mig í spegli, já þú ert nú bara mynd Jesú Krists. Nei, ég geri það ekki, en Biblían að segja mér að gera það. Hún að segja mér að ég kallað til þess að líkjast mynd Jesú Krists. Ef að söfnuðurinn hefði vitjun á þessu eða skoðun á þessu, og við myndum tala svona hver við annan, verum Kristi lík. Látum Krist birtast á meðal okkar. Verum eins og Jesús Kristur Hvar haldið þið að við værum? Hvernig stendur á því að við látum þetta eins og sofna hjá okkur, og við verðum eins og kirkja sem dregst svona niður, og við verðum svona lítil og smá og máttlaus. Við erum kölluð til þess að fylgja hinum almáttka.
Hvernig líst ykkur á? Að fylgja og birtast eins og hinn almátki. Þetta ekki lítið mál. Þið vitið alveg hvernig þetta var með Stefán Píslavott. Þið getið lesið það í Postulasögunni. Ég ætla ekki að fara reyndar inn í það. Þegar hann hélt sína ræðu, þið vitið líka að þeir sá eins og engils ásjónu. Þið vitið líka þegar Pétur og Jakob voru kallaði fyrir ráðið og gyðingarnir ætluðu einmitt að skamma á fyrir og loka á að þið predikuðu orð Guðs. Þá var það þegar starfsýnt á þá, því þeir voru eins og með engils ásjónu. Hvað er það Guð geti gert þið fyrir þig? Í þínum kringumstæðum þá ertu ekki einn. Þú ert með Guði. Hjálpaðu Guði til þess að byggja þig upp svo þú verðir sannfærður það að þú eigir samfélagi við Drottinn okkar og frelsara, veginn, sannleikann og lífið og hann mun birtast þér. Skoðum aðeins meira. Þá sem hann fyrirhugaði, 30. versið. Þá hefur hann og kallað og þá sem hann kallaði hefur hann og réttlætt. Hvað þýðir þetta? Syngið á hverjum einasta degi? Er alltaf að synga? Hvað að söfnuði sem að hefur þá skynjun að við séum alltaf að synga upp á hvern einasta dag? Við erum réttlætt í Kristi. Amen. Ekki vegna þess að við séum svo frábær, heldur að því Kristur svo frábær. Við erum að birtast mynd sonar hans. Ekki að því við erum öðrum betri, heldur að því við fylgjum konungi konungana. Og sjáu þið mismunin á þessu, sá sem að lætur anda heimsins ráða yfir sér, hann að synga á hverjum einasta degi. En ef þú fylgir Drottni Jesú Kristi, þú leyfir anda hans vera yfir þér og þú lætur orð hans búa í þér, þá ert þú ekki að synga á hverjum einasta degi. Þú ert réttlættur í Kristi. Höldum aðeins áfram, flettið nú á næstu blaðsíðu. Og þann sem að réttlæti hefur hann einnig veggsamlega gjört. Við erum bara í 8. kapítul og Rómverjabréfsins, ég að fara í vers 30 og svo 31. Sjáu 31 versið. Hvað eigum við að segja við þessu? Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni, heldur framseldi hann fyrir alla, hví skyldi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Og sjáu hvað þetta athyglisvert. Hann framseldi Jesúm Krist. Jesús Kristus slapp ekki við dauðan, en hann gerði föður sinn dýrlegan í dauða sínum. Það var alveg sama hvað Kristur gerði. Hann gerði Guð dýrlegan, bæði með kraftaverkunum, með líferninu, með predikuninni, með þjáningum sínum og með dauða. Og hvað eru ekki systkin okkar í Nígeríu að gera þegar þjáningarnar koma til þeirra? Hvað ekki kristnir vítt og breytt heiminn að gera þegar erfiðleikar og þjáningar og ofsóknir koma? Hvað gerður í Egyptalandi þegar þeir voru að brenna niður kristnu kirkjurnar? Þau fóru samt að lofa Drottinn, komu saman í brunarústunum og lofuðu Drottinn. Og þá komu múslimarnir með myndavélarnar, þetta var sýnt í sjónvarpinu í Egyptalandi. Hvað að þessu fólki? Þegar það ofsótt, þá heldur það samt áfram að lofa Guð. Það á eitthvað annað en það sem ég á. Hefurðu gert þér grein fyrir því að Guð ekkert endilega losaði undan þjáningum? Hann með þér í þjáningum. Hann styrkir þig í þjáningum. Hann gerir sig dýrlegan í þjáningum þínum. Amen. Og sjáum við hvað stórmerkilegt þegar hann segir. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með oss, hver það á móti oss? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni, heldur framseldi hann fyrir oss, hví skyldi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Og þar stöndum við. Hvers vegna haldið þið að við áttum okkur ekki á því eða skynjum það ekki? Hann gefur okkur allt með Jesú Kristi. Ég fekk þetta þegar ég var í Bandaríkjunum síðast. Þá keypti ég þetta litla plagg. Þetta saga allra apostula Jesú Krist. Ég get fengið að sjá hvernig þeir allir enduðu líf sitt. Og þegar við tölum þessa menn, þá þetta menn sem höfðu áhuga á því að dreifa orði Guðs.
Það var alveg sama hvað mætti þeim, hvort það voru ofsóknir, fangelsi eða dauði, þeir gerðu Guð alltaf dýrlegan. Hvað eigum við að gera? Er okkur ekki sagt innmitt að við skulum hafa sama hugafar og þessir menn? Myndir þú gera Jesum Krist dýrlegan ef þú yrði krossfestur? Ef þú væri barinn og þú yrði þjáður á allan mögulegan máta? Þeir eru fyrirmyndin og þó voru þessi menn eins og Guð í sínum samtíma. Við vitum alveg að þessir menn, þeir gátu líka sagt okkur frá hvað framundan væri. Og þegar þið lesið Åpenbarunarbókina, þá talað til okkar vottana 2. Sjáu þið Åpenbarunarbókina 11. Ég ætla ekki að fara inn í mörg vers þar, en það kannski má aðeins nefna örfá sem að eiga alveg erindi til okkar. Ég ætla bara að nefna þetta við ykkur 7. versið. Sjáu þið hvað þetta sagt. Það er bara 2 vottar. Akkur ekki 144.000? Akkur ekki margar milljónir kristina manna? Akkur ekki verið að tala allar kirkjurnar sem eru lúterskar eða mótmælendur eða hvað það nú er? Það er bara 2 menn sem eru kallaðir til að vera vottar. Og hvað gera þeir? Það er sagt í 7. versinu, þeir hafa vald til að loka himninum, til þess að eigi rigni spádómsdaga þeirra, og þeir hafa vald yfir vötnunum að breyta þeim í blóð, slá jörðina með hvers kyns plágu, svo oft sem þeir vilja. Er Móse komið hér aftur? Eða er Guð að sýna með verkum þessara manna að það er enn eina ferðina verið að taka og tukta þá sem eru yfirboðarar hér þessari jörð og eru guðlausir yfirboðarar. Og athugið, þegar þessi menn fara af stað, þá var ekki menn að tala að nú er hamfara hlýnun eða nú er of kalt í veðri eða nú er of mikið þoka eða rigning. Þeir bara loka himninum fyrir regni og vindum. Hvaða vald er þeim gefið? Hvað haldið þið að Guð hafi ekki vald yfir þessum kringumstæðum? Skildið þú verða einn af þeim sem Guð ætlar að hafa sem vott á þessari jörðu? Hefur áttað á því að það er einhverjir kristnir, þessi vottar 2, það eru einhverjir sem að voru hér á jörðinni áður. Við getum alveg haft kenningar það hverju þessi menn eru. Það getur vel verið að þetta séu mennir sem dóu ekki, eins og Enok, hann hafi komið aftur. Það getur vel verið að sé einn af þeim eins og Elía sem var hrifinn upp með eldvagninum. Það má vel vera. Ég ætla ekki að fullyrða hverju þetta eru, en þeir megi alveg hafa þessa menn í þessum plássum, því að Guð gaf þeim vald. Guð gefur þér líka vald og við eigum þess vegna að birta dýrð Jesú Krists á meðal okkar og verum ekki feimin við það að framganga í trúnni eins og sigurvegarar drottins Jesú Krist. Við erum með honum, hann er með okkur, hann sem hefur allt vald á himni og jörðu. Við getum farið í mörg ritningavers sem að hjálpa okkur til þess að við séum svona áttum okkur á hvað við erum. Eitt af því sem Jesús segir og kennir okkur: komið, lærið af mér, ég er hógvær og hjarta lítillátur. Ég er ekki að flytja þessa ræðu til þess að við verðum blásin upp og segjum já, nú er ég miklu meira heldur en ykkur annar. Nei, við lærum hógværð af því við erum í samfélagi við Jesúm Krist. Við erum hjarta lítillátt af því við erum í samfélagi við drottin okkar og frelsara Jesúm Krist. Þannig birtum við hann. Svo komum við aftur inn í Rómarbréfið 8. Og nú skulum við fara að draga saman endinn eða undirbúa endinn, og þá sjáum við 34. versið, 33. Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Hver sýknar? Erum við að ásaka Guðs útvöldu þegar hún segir, já, þú syndgar nú líka hverjum einasta degi? Hver skyldi ásaka okkur? Hver sýknar? Við framgöngum í sýknun drottins Jesú Krist. Hann leið og dó fyrir okkur, hann fjarlæði syndirnar og afbrotin frá okkur. Hversu langt? Svo langt sem austrið er frá vestrinu, og það er býsna langt. Og skoðið svo þegar hann segir, hver sakfellir? Kristur Jesús er dáinn, sem dáinn er, og meira að segja, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss.
Hann nefnir þig á nafn við Guð almáttugan. Hann gleymir ekki nafni þínu, hann veit hver þú ert. Hann biður fyrir þér svo við mögum birta dýrð hans. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning gera það? Þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það eins og ritað þín vegna eru við deyddir allan daginn, eru metnir sem slátur fé. Og þetta rætist bókstaflega fyrir framan nefið á okkur. Það sem Kitty að vera að lesa fyrir okkur söfnuðin í Nígeríu, þeir voru metnir sem sláturfé. Þeir eru deyddir allan daginn, alveg eins og postular Jesú Krist. Áttu von á því að framtíð þín í þessum heimi verði endilega björt? Nei, við eigum það ekki. En einn með Guði meiri hlutinn. Gleymdu því ekki að þú ert kallaður og kölluð til þess að birta dýrð drottins á meðal manna. Þú ert ekki gleymdur og ekki settur í einhverja dýflissu til þess að dúsa þar og ekki settur í einhverja vantrú til þess að vera þar og láta slá þig niður. Þú ert settur til þess að setja fótinn á klettin, standa á orði Guðs og vita að þegar Guð vill að það brjóti á þér, þá gefur þið styrk til þess að brotni á þér. Vertu í krafti drottins, vertu í alveldi hans, leyfðu dýrð hans koma fram hjá þér og vittu að Guð mun gera sig dýrlegan í þínu lífi. Þá munu menn segja, já, það engu líkara en að Guð sé með þeim í verki. Og þannig skulum við enda þessa stund. Þannig skulum við enda þessa ræðu með því að vita að Guð með okkur í verki. Þetta biður ykkur að rísa á fætur. Og þetta biður ykkur líka að við áttum okkur á að við biðjum drottinn að anda hans að vera með okkur og yfir okkur til þess að við megum vera sem Guð á meðal okkar kynslóðar. Sem Guð í okkar landi. Ég ekki að segja að við verðum Guðir, heldur Guð með oss. Þess vegna erum við ofta að tala Immanuel, Guð með oss, drottinn minn. Þakkar elskaði Herra, við mögum lýsa af þér og að ná þín og eðli þitt og dýrð megi koma hér fram. Við mögum gera þig dýrlegan elskaði Herra og við mögum miskunn hljóta frá þér, verið í samfélagi við þig, drottinn minn, þú sem hefur allt vald á himni og jörðu. Drottinn, þakkaði fyrir að við mögum vera í því valdi, við mögum vera í þeirri dýrð elskaði Herra og þú frelsa okkur frá því að vera í synd upp okkur einasta dag, heldur að standa í réttlæti þínu. Við mögum vera í lifandi samfélagi við þig, drottinn minn, leitt af heilugum anda þínum. Og drottinn, þess vegna biðjum við fyrir þeim sem hér eru inni og að glíma við sjúkleika. Við segjum við allt krabbamein, vík burt í Jesú nafni. Við segjum við hvern einasta sjúkdóm sem að herja á, vík burt í Jesú nafni. Við segjum, drottinn minn, í þínu nafni, komi hollusta og heilbrigði þitt yfir okkur, svo við megum lýsa af þér. Og drottinn, þeir sem að horfa á okkur, þeir sem eru við sjónvarpi, drottinn minn, vitjaðu þeirra. Leyfðu þeim elskaði Herra að þeir lyfti höndu sínum upp til þín og segi, verði ég heilbrigður í Jesú nafni. Og drottinn, við megum vera frelsingjar þínir, leysti frá synd með fyrirgefningu syndana í Jesú nafni. Amen. Amen. Ná drottins hos Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé og veri með ykkur öllum. Amen. Gjörðu svo vel, Kitty mín.